daginn, heyrði, velkomin í fyrsta prjónablaðursþáttinn minn. Ég hef mikið verið að horfa á þætti hjá öðrum, Band og bækur og Magneu, prjónu, systrabönd pínu, stundum hjá þeim í Garn í gangi og mér langaði bara að vera með minn einn líka til að geta sýnt ykkur hvað ég er að gera og bara til þess að bæta fleirum íslenskum svona prjóna podcastum inn á YouTube. Já, kannski ég byrja kynningu mér áður en ég gleymi því. Ég heiti Inga Björk og er með Instagramið Made by Inga Matt. Ég á líka síðu sem heitir EMArt, sem hefur að geyma alveg heila prjónaútskrift og svona þrautabækur fyrir börn til að prenta út, svona meðgöngu, ólíktypmyndir sem ég mála eftir pöntunum og er nýlega búin að setja inn garn sem ég er búin að vera að handlita upp á síðkastið, þannig að það má endilega tjekka því ef það er eitthvað sem þið hefði áhuga á. En já, ég ætla kannski að byrja bara á því að sýna ykkur það nýjasta. Kannski byrja hérna bara á eitt sopa. Eða kaffi sko. Byrja peysun sem ég er í. Þetta, skal ég segja ykkur, er Hallo Sweater eftir Caitlin Hunter. Hún vinnur líka undir nafninu Boyland Knits. Ég held sér ekki ljóð munið það. Og ég elska hana. Þetta er alveg peysa sem ég á eftir að vera mikið í. Og ég ætla að standa upp. Þótt þessi ekkert pláss, en þú veist, hún er bara svona. Það er hérna minnstur alveg allan hringinn á ermunum og það eru svona búblur og gatamynstur. Þetta er nú bara úr Merino nælongarni. Ég held ég hafi gert hann í stærð 4 eða 5. Ég manna, ég held að sendur í símanum sem ég er að taka upp á. Ég man að ég gerði hann samt 1 númer stærri heldur en hinn peysa mín. Ég á nefnilega aðra. Fjólblóa. Kannski klára sér hérna samt. Í þessa fór sem sagt 2,5 rúmlega hespa af Merino nælon frá mal. Mér minnir að liturinn heiti Stjörnurygg og hann er svona rúst appelsínugulur. Ég veit ekki hvað ég kalla hann. Það er svona hvernig ég lýs honum og mér finnst hann alveg æðisleg. Ég er sko búin að vera mikið í þessari. Þetta er garn frá Hex. Og þetta er, skal ég segja ykkur, 1 þráður af Baby Alpaca silkiblöndu og annar þráður af Kid Mohair silkiblöndu líka. Líka silki báðan þráðan. Og þessa er ég svoleiðis búin að nota og mér finnst þetta minnstur bara geggjað. Ég held að ég eigi alveg eftir að gera fleiri svona sko. Þannig að já. En já, þessi nýjasta. Svo langar mér líka að sýna ykkur annað sem ég er svona nýlega búin með. Og það er þetta sjal hérna. Þetta er mjög hvernig snýða. Hvort er angan? Já, þetta er angan.
Og það er alveg huge, þú veist. Og það er lengra heldur en sko faðmurinn á mér. Og þá vantar alveg sko svona báðum megin. Þetta er, vá, þetta er garn. Þetta er garn frá Röndum. Garn frá Röndum. Albaka 3 minni mig. Frá hérna Ísaver. Og þetta er alveg mega kósí. Geggjaði útilegur. Geggjaði líka bara yfir sig þegar maður er að prjóna á kvöldi. Og hérna, mér finnst það geggjað. En það fór líka alveg náttúrulega bara rosalega mikið að garn í þetta. Eðlilega. Stór stykki. Ég held að ég hafi farið með 10 eða 11. 11, keypti ég kannski 12 okkur. Man það ekki. Þetta er allavega sko alveg 500 og eitthvað grömm sko. 560, það er alveg 11 og eitthvað. Já, 11 dokkur. Nema það hafi verið svona mikið í þeim. Og því ég viktaði það sko. Úps. En það er ekki kósí. Mér finnst það æði. Mér langar næstu í aðná svona. Sem samt. Kannski ekki alveg strax. Síðan langar mig að sýna ykkur verkefnin sem ég er með. Ég er með hérna í 2 pókum. Já, og einni körfu niður á hérna, niður á skrifstofunum minni, þar sem ég leita. Það er ein karfa með sko gollu sem er búin að vera rosalega lengi í vinnslu. Það er gollan Novita Natura, minnum hún heiti. Sett kannski mynd bara af henni hérna, því ég er ekki með hana. Ég er að prjóna úr sem sagt móherþræði og plötulopa, einföldum plötulopa. En ég er alveg verið búin með hana. Ég ætla að klára hana. Þótt það sé alveg 2 ár síðan ég byrjaði á henni. En það er bara sumverkefni sem eru þannig. Það bara er ekkert, það verður að vera eitt svoleiðis verkefni. Sem er bara endalaust í vinnslu. Og svo eru önnur sem eru bara, þú veist, 2-3 vikur. 2 vikur. Á prjónunum. En þetta verkefni er bara 2 ára verkefni. En ég er alveg búið með sko alveg bakstykkið og annað framstykkið og er langt komið með hitt framstykkið og það er bara eftir að sauma saman hliðunum og gera ermarnar. Og kannski vasa, ég veit það ekki. Ég á eftir að ákveða hvort ég ætla að hafa vasa. Kemur ljós og svo náttúrulega eftir að prjóna kantinn náttúrulega hérna hringinn. En kíkjum þennan. Þetta er póki frá Dóttir Dæverk sem ég keypti þegar hún opnaði á Tryggguðni. Ég býr sér á Akureyri, ég hef ekki sagt það í byrjun. Ég er Skagfirðingur, búsett á Akureyri, móðir, 3 barna móðir, eiginkona, sveita, stelpa. Er mikið heim í sveita, brasa eitthvað þar. Herðu, fyrsta verkefni. Það er hérna peysa sem heitir, vá, Gustur. Nei. Hún er frá Belloknit. Ég man það. Man ekki hvað hún heitir. Oh my god, ég skrifa það niður. Okkur finnst mér samt Gustur mjög kunnulegt. Æ, veit ekki. Er samt að gera peysu á eiginmanninn. Úr hérna Drop Stacy sem ég keypti mér þegar að Dóttir Dæverk opnaði. Búin að skipta hérna hendur og ból
og þá bara að prjóna bolinn. Það er vonandi eitthvað að vinna í þessu næstunni. Því ég er ekki búin að vera mitt mjög til að prjóna hann. Já, fyndið, vá. Ég prjónaði eina peysu á hann. Herra Reykjavík frá Stroff. Það var að skrýta í gatni en hún þófnaði öll og var teygðist og var bara eitthvað astanleg. Ég var ekki ánægð með garnvalið í henni, hún var ekki mikið notuð, því miður. Jú, svo prjónaði ég prjónaði sko ammælipeysu, lopapeysu, ammæli, á mig uppálega. En ég fílaði hann ekki alveg, þannig hann fékk hana bara sem vinnupeysu. Og svo gerði ég alltaf bláa lopapeysu líka á hann. Úr bara einhverja uppskrift upp mér, eða mynstur upp mér, studdist því náttúrulega einhverja aðra Ístex lopapeysu uppskrift upp á að fá hérna bara, þú veist, fullt að liggja á bólnum og örmunum og hálsmálunu og svoleiðis. Þannig að já, með okkur fannst mér búin að prjóna eina peysu á hann. En svo alltaf prjónaði ég aðra. Ég er líka búin að prjóna jóla svona hreindýrapeysu á hann. Hún gleyma henni. Hún er einhvers staðar. Hvað vil hún sé? Allavega. Ég held ég væri búin að prjóna eina peysu á hann. Það er yfirst 3 ár. Og svo er hann búin að stela 2, steldi mér, ég gaf hann 2 sem átt að vera á mig. Eina hnefta sem ég ætlar eftir þetta törri. Story of my life. Þú veist, þegar tölur að ganga frá endum, þetta er bara eitthvað sem að ég geri seint. Já, geri mjög seint. En já, allavega. Ok, næsta verkefni. Það er hérna sokkasnákur. Þetta er einmitt garn, sokkagarn frá mér. Ég luta undir nafninu Uppfit. Og þið getið fundið garn inn á ingmattast.com. Þetta er samt fyrsti liturinn, fyrsti liturinn sem ég litaði. Og ég er samt að gera sokka líka á manni minn. Þetta er svona húsbónda verkefnisbókin. Ég er að gera sokka. Mér finnst best að gera bara sokkasnák eins og Magnea gerir. Hún er með mjög gott kennsluvídeó hér inn á YouTube. Ég held hún heitir Prjónea hérna inn á YouTube eins og Instagraminu sinu. Og ég veit allavega á mig, ef ég er að gera sokka á mig, þá sko næ ég alveg 2 pörum úr einni 100 gramma sokkahespu. Þessum frá mér. Og líka frá náttúrulega hérna hexinni, náttúrulega svipað. Úr sko fíngerðra sokka. Ég held ég hafi bara náð einu úr. Hún var líka með sko jóladagatalinn í fyrra. Þá var hún með þarna einhverju jólahespu, stóra. Og ég náði bara einu pari úr henni. Já. En það var sko eitthvað, það var þykkara garn. Þetta er bara mjög fínt. Og ég er bara með prjóna 2,5. Ég fitjaði upp á 64 leikjum. Það passar mér og mannum líka. Hann mátaði bara sokka mér og þeir pössuði fínt. Þannig að þetta er líka, já, verkefni 2 á kallinn. Hann þarf nú að fá eitthvað stundum. Ég held alltaf að ég prjónaði neitt á hann. En ég gera það víst. Ég bara manna það ekki. Gleymi því, jafnúðum. Herði, næsti póki. Þetta er póki sem að ég bara, afsakið, barði mikrofónuna. Þetta er póki sem að ég saumaði úr gömlu gardínöfni. Innan í er gamalt sænguver.
Og Snoopy hérna, það var kjóll sem að stelpurnar voru í því að það voru litlar. En hérna ofan í er ég að gera hálskraga sem ég man ekkert hvað heitir. Þetta er dekakvapn frá mér og er að gera svona pröfustykki. Það sést ekki alveg, hann er aðeins ljósari samt heldur en ég sé allavega hérna. Ég er að gera hálskraga. Þetta, já, segjum maður eitthvað yfir. Þetta er bara uppskrift sem ég fann frítt inn á Knit&Note sem ég nota mikið. Ég er með áskrift þar, þannig ég hef aðgangað ýmsum uppskriftum þar. Síðan er ég hérna með meira gafn. Það heitir allt út allt. Herðu, geggjað. Það er svona þegar maður er með mörg verkefni inn poka. Já, þetta er líka alveg. Það er hérna litir. Þetta er jólasokkasett frá Vatnsnes Yarn. Þetta er jól með rjóma. Og þetta er, hvað heitir þetta? Rjóða. Og þetta er bara sokka hérna, keypti sem sett frá Vatnsnes. Allt komið í flækju. Jæja. Ég er alveg komin rosalega langt. Alveg einhverjar 5 umferðir eða eitthvað. Þú veist, sjáum alltaf ekkert. En ég er einmitt að gera, hendu öllu gólfið hérna. Ég er að gera sokk á mig. Jólasokk á mig. Kemur ljós hvenær þeir klárast. En það er alltaf leið. Þá bara verð ég í þeim næsta ári. Jú, það er djók, það er nóvember. Halló, ég klára þetta nú fyrir jól. Og samt einhverju. En ég mér veist það bara komið vel út. Það er samt leiðilegt að þið sjáðu ekki alveg. Þetta er svona ljós fjólublár, hann er svolítið yrjóttur. Ég ákvað að taka þessa hespu af því að það var hérna hvítt eftir bandið sem að hélt hérna hespunni í pottinum. Þannig ég ákvað að taka þessa og að gera hálskraga. Og mér langar að hafa hann til sýnis hérna ef ég verða á einhverjum básum eða opna einhvern tíma verslun eða eitthvað. Eða er með pop-up einhvers staðar. Það var enda líka geggjað gaman að gera eitthvað svoleiðis. Já. Ég reyndar verð á. Ég sótti að vera á karnevalinu í mars og ég fékk pláss þar. Þannig ég er spennt að hérna fara þangað, prófa að vera bás. Og vonandi gengur það bara vel. Vonandi gengur mér vel að lita fyrir það. Það að byrja vel. Og það er svona eitthvað komið inn á vefverslunina. En ég ætla að, þú veist, ég er ekkert með úrvalið sem að Hex og Vatnsnes og Dóttir og systraböndur með sko. Ég ætla bara nýbyrjuð. Þannig að það er kannski bara, þú veist, það er með móhair silkiblöndu með eitt. Ég held að það sé komin eitthvað 4 litir þar inn. Já, þannig að það svona týnist eitthvað inn. Mæli kannski með að vera inn á póstlistanum ef að ég seti myndi væntanlega setja afsláttakóða þar inn. Og líka ef ég hrúi einhverju miklu inn þá kannski kemur uppdættin á hann. Þannig ég mæli með því. Með svo kásuba. Áður að vera kalt. Herðu, síðan. Sko þetta eru mín verkefni. 1, 2, 3, 4. Eitt er verstaði. Ég get aldrei verið með bara eitthvað eitt verkefni að gera. Ég kann það ekki. Eins og kraginn sko.
Ég byrjaði á honum bara í gær. Já, byrjaði á honum í gær. Af því ég hafði bara ekkert að gera. En það er líka slæmt. Ég er ekkert alltaf í stuði til þess að gera sokkana eða peysuna eða eitthvað. En svo fékk ég hérna frá mömmu. Fékk ég að taka eitt prjónaverkefni í fóstur frá henni. Hún er sem sagt að gera lópeysu. Móru. Að ég sjá þetta ekki neitt. Jæja, allavega. Hérna er peysan. Sem þarf pínku að laga. Hún sem sagt er að gera peysu. Sko, hún breytti uppskriftinni. Þannig hún er ekki að fara eftir neinu uppskriftinni, hún bara meðsturinu. Af því henni langaði að hafa hana í hérna oversize stærð. Og þurfti eitthvað að breyta líkjunum. Þetta er náttúrulega léttlópi og þetta er einföldur plötulópi og móher. Veit samt ekki eftir, það er samt ekki að vera svip prjónafesta. 4. Ég held hún hafi verið prjónúmer 4 eða 5. Ég var algjörlega eftir að skoða þetta. Ég veit ekkert hvað prjónastærð hún var með eða hvað prjónfestan er og eitthvað. En já, ég ætla að klára aðeins að laga hérna. Það þarf að þringja meira hérna. Eða þringja fyrir upp í hálsinn. Klára kantinn. Og ég fæ það skemmtilega verkefni að klippa í sundur. Og gera kant. Ég held að hún verði geggjuð. Mér finnst það munstur geggjað. En þetta er munstrið eins og ég sagði áður af Móra frá Ístex. Hvað er þetta? Og ég vonandi að klára hana bara fljótt. Ég þarf samt eiginlega að setja ég þarf jafnvel að setja hana í forgang að klára. En það þarf samt að setjast niður í næði til þess að geta fundið út svo hún verði passlega aðsniðin hérna upp. Þannig ég hef ekki gert hana, þú veist, þegar börnin koma heim úr leikskólanum eða eitthvað. Eins og ég get gert sokkana, það er ekkert mál að gera bara sokka, bara, endalaust slétt í hring, alveg svona hvað börnin eru að gera. Það er ekkert mál. En mér finnst það sætt. Ég hlakka til að gera þetta fyrir mömmu og vona að hún verði ánægð með útkomuna. Þannig að já, þetta eru svona mín verkefni. Ég væri alveg til að vita hvað þið væri að prjóna eða þú veist, hvað er normalt að vera með mörg verkefni prjónum. Eða þú veist, ég veit alveg sumir, það er alveg einhverjir sem hafa sjálfsagan í því að vera bara með eitt verkefni á prjónunum. Ég er bara ekki þar. Og mér finnst fínt einmitt að vera með, þú veist, eitt verkefni, allavega eitt verkefni niður frá skrifstofunni eða vinnustofunni og einhver heima og svo passa ég að hafa eitt sem að passar, þú veist, í veskið mitt ef ég fer eitthvert eða eitthvað sem er svona auðvelt að grípa með. Þannig að, þú veist, þegar ég fer heim í sveit yfir helgi þá er ég ekki prjónalaus. Mér finnst það svolítið leiðilegt. Þannig já, þetta er bara þá komið held ég. Fyrsti þáttur og ég vona bara að þið hafið haft gaman af. Ég vona að mikrafóninn hafi verið í lagi og þú veist þótt að ég sé eitthvað hreyfa mikið að, þarna fór ég hálsinn á mér, að ég trufli ykkur ekki alveg rosalega mikið. Já, það var þangað til næst. Takk fyrir.